ferðaþjónustu alveg síðan ég man eftir mér. Foreldrar mínir voru að leiga út bústað, svo stofnuðu þau ferðaskrifstofu út í Þýskalandi. Þannig að ég hef bara unnið þar í mörg ár. Ég var bara 16 ára held ég þegar ég fór að leitsegja og vinna sem farastjóri. Þannig að þetta hefur eiginlega bara fyllt alla mína ævi. Síðan ég kom til Íslands þá hefur verið í ferðaþjónustu hér með manni minn sem hefur líka unnið þá í ferðaþjónustu í hestaferðum. Og út frá því og öllu þessu reynslu og menntun sem við höfðum vorum við að byrja hér fyrir 18 árum síðan að vinna í ferðaþjónustu og stofna okkur eigin fyrirtæki. Ferðaþjónustan hefur náttúrulega gefið bændum aukin atvinnutækifæri og svo held ég að bara alls konar þjónustu bara haldin upp með ferðaþjónustuna. Veitingastaðir, söfnin, sundlaugar, þannig að ferðaþjónustan hefur mikil áhrif á okkar lífsgæði. Skagafjörðurinn hefur náttúrulega rosalega mikið upp á að bjóða. Við erum landbúnaðarsvæði, þannig að hér í Skagafirði þá getum við kynnst íslenska hestinum og líka öðrum húsdýrum. Þó að við eigum engin eldfjöll eða eldhraun, þá höfum við náttúrulega rosalega fallega landslag hér. Tignarlega fjöll og sjórinn náttúrulega býður upp á alls konar afþreyingu. Og svo má ekki gleyma Jökulsána og það eru flúðasiglingar. Svo höfum við bara söfn og sundlaugar og bara allt mögulegt. Það bara mikið að vera og fólk sem að stoppa hérna hjá okkur í viku kannski að leiga sumarbústað hérna. Það hefur bara að gera eitthvað alla daga og bara í nær umhverfi.